Við erum í ferðahugleiðingum enda margir á faraldsfæti á þessum árstíma og fram á sumar og haust. Hjá mér Tómas J. Gestsson að þessu sinni framkvæmdastjóri Heimsferða sem hafa í gegnum árin lagt mikla áherslu á borgarferðir. Þið eru mikið að sækja til gömlu austantjálslandana. Já, við erum náttúrulega búin að vera í Prag til þess síðan árið 2000. Og Budapest 2001. Og það verður engin svikin að þessum borgum. Nei, dásamlegar. En síðan náttúrulega hefum við líka verið með eins og Kraká og fleiri borgar í gegnum tíðina. Já. Núna höfum við svona líka bætt við borgum. Við erum alltaf náttúrulega að leita af nýjum áfangastöðum. Einmitt. Og núna á þessu ári erum við Split, Króatíu og Dubrovnik líka og Zagreb. Og þetta eru feikilega spennandi borgir sem eiga sér mikla sögu í allri menningu. Já, eru það og náttúrulega mjög fallegar allar 3 ár. Já. Og náttúrulega mjög mikið að sjá og skoða. Já. Dubrovnik eiginlega þannig að maður trúir ekki sínum eigin augum. Nei, náttúrulega bara eiginlega listaverk en það getur orðað þannig. Svo Ljubljana líka í Slóveníu inn í myndinni. Já, við höfum verið með Ljubljana nokkur ár, 2 ferðir á vorin og svo 2 á haustin. Það hafa verið geysi vinsælar, bæði meðal einstaklinga og svo líka fyrirtækjahópa. Afskaplega hugguleg borg. Já, mjög falleg. Og svona gamaldags og svolítið sveitalega falleg. Já. Sumir kalla hana svona mini-Prag. Já. En hún er svona náttúrulega öðruvísi en minni. Og Slóvenía mjög heillandi land í sjálfu sér. Já, það er náttúrulega stutt að fara á Bletvatninu og svo í Póstóníu hellana. Akkurat. Þannig að þetta er mjög fallegt svæði. Já, einstök vin í þessari mörk þarna við Stóru Alpana. Já. Eru borgarferðir alltaf jafn heillandi og spennandi fyrir landan? Já, það er náttúrulega bæði einstaklingar við náttúrulega að velja dagsetningar það sem eru til dæmis frídagar. Já. Þannig að þetta er mjög hentugt bæði fyrir fyrirtæki og fyrir einstaklinga. Og þetta er náttúrulega alltaf á heppnum tíma. Í vorin náttúrulega í lok apríl, byrjun maí og svo aftur á haustin í september og október. Já, nú vísum förum við líka inn í nóvember líka, eins og með Porto í Portugal og Lissabon. Og Valencia til dæmis á Spáni, við erum líka með ferð þar í október. Þannig að þetta er svona, þetta er svona heppilegur tími og góða tíma til þess að ferðast í borga. Og allt saman mjög spennandi borgar, Lissabon er æðisleg og Valencia er náttúrulega eins spænsk og hugsast getur með sínar þröngu götur. En ef við tölum aðeins verðlagið í þessum borgum, til dæmis í Austur-Evrópu, þá hefur það alltaf verið töluvert lægra heldur en í vestanverðri Evrópu. Er það ennþá svo að við erum að fá meira fyrir krónuna í borgum eins og Prag og ég tala ekki Budapest? Já, vissulega. Vissulega Prag svona í miðbænum er náttúrulega dýrara, en þú fer rétt út fyrir miðbæn, það er náttúrulega ódýrara verðlag. Og Budapest og Ljubljana eru jafnvel ennþá ódýrari. Þannig að verðlag er mjög lágt. Þú ert að fá töluvert fyrir túkallinn. Já. Þó hafi kannski hækkað eitthvað í þessum vinsælu borgum. Því að náttúrulega þessar borgir orðnar vinsælar ekki bara fyrir Íslendinga heldur fyrir náttúrulega eins og þetta sem maður veit að Kínverjar eru farin að fara mikið til Prag sem dæmi. Því það er náttúrulega margt að sjá og það var náttúrulega breytist verðlag eitthvað. Einhver fallegasta borg Evrópu, út í það er farið. En þú ert búin að vera í þessum bransa í 20 ár og Heimsferðin náttúrulega búin að vera við lýði í 27 ár. Hvað finnst þér hafa breyst aðallega á þessum tíma? Auðvitað er ferðamaðurinn frá Íslandi miklu upplýstari en áður í krafti Google og samfélagsmiðla. Er hann kröfuharðari? Já, hann má segja þetta náttúrulega, auðvitað erum við náttúrulega ótrúlegt að svona fámenn þjóð hafi svona marga möguleika í flugi, náttúrulega með ólíkindum. Og náttúrulega ferðavenjur hafa breyst. Í gamla daga þá voru matarbakkar í flugvélunum og núna er náttúrulega allt komið í sölu borð. En fólk er miklu upplýstara, það er ferðavanara. Það er náttúrulega með ýmsar upplýsingar, það er búið að fara margir hverju á þessu áfangastaði áður. Til dæmis bara eins og með Tenerife sem dæmi, að þá voru Íslendingar ekki að fara þangað fyrir 2005. En núna er þarna margar vélar á viku og
mikið breyst og fólk náttúrulega búin að fara margir hverjir í mörgu sinnum. Maður skilur varla af hverju Tenerife svona vinsæl. Þetta verða eiginlega bara algengasti áfangastaður Íslendinga og þeir dvelja þarna ekki bara í viku og vikum saman heldur oft mánuðum saman. Já, þetta er náttúrulega veðurlagið mjög hagstætt og fólk náttúrulega sækir í það. Nú svo náttúrulega Íslendingar svolítið vilja stundum vera í félagsskap eins og svo gengur. Þannig að á Kanarí og náttúrulega Alicante svæðinu Íslendingar náttúrulega búið að kaupa mikið af íbúðum þar, fasteignum. Þannig að þessi staðir eru orðnir svona Íslendingar nýlendur. Er þetta bara svona svipað að fara til Akureyrar? Það hitta allir alla? Já, það má segja það. Því að menn ganga Laugaveginn, þá hittir maður mann og annan, En, Tenerife er náttúrulega bara ekki bara sólarströnd. Þetta er gríðarlega fjalllent land og stór eyja og mjög fjölbreytt, meira segja líka að veðurlagi. Já. Norðurhluti er náttúrulega allt annað veðurlag á Norðurlöndunum og náttúrulega allt annað veðurlag náttúrulega á Teiti fjallinu sem hæsta fjall Spánar. Jú, yfir 3000 metra. Já. Þannig að, en náttúrulega suðurhlutin er náttúrulega sólríkastur og þess vegna velja túristar að fara þangað. Já. En finnst þér svona í grunninn, Tómas, landin vera íhaldssamur? Við sjáum til dæmis austurströnd Spánar sem er ekki bara sótt af Íslendingum, þetta er nánast offsótt. Það er svo stríður straumur þangað. Vilja menn fara oft bara í öryggið þar sem þeir þekkja? Já, mér finnst svolítið það, Það vísur náttúrulega alltaf ákveðin fjöldi fólk sem vill líka skoða nýja áfangastaði. Við höfum til dæmis verið með Agadir í Marokkó og það hefur náttúrulega selst ágætlega, en náttúrulega ekkert í líkingu við Tenerife eða Gran Canaria. Nú, við höfum náttúrulega verið með aðra eyjar eins og La Palma, Fuerteventura og Lanzarote, en það er ekki hægt að vera með mikið að flugum þangað vegna þess að markaðar ekki fyrir hendi. Nú fyrir hrun þá vorum við líka með Karibíska hafið, Dóminíska lýðveldið og Jamaica og Kúbu. Það seldist vel. En það er svona, fólk hefur svo marga möguleika í dag að náttúrulega getur farið sjálft til þessara landa. Þannig að svona leiguflug, það er náttúrulega áhætturekstur. Þannig að menn verða náttúrulega að velja á það sem fjöldin vill fara, Þið eru með ítalskt flugfélag í samvinnu? Já, við gengum frá samningu við ítalskt flugfélag sem heitir Neos og þeir verða með nýjar svona max 8 vélar í sumar fyrir okkur. Þeir byrja að fljúga fyrir okkur í apríl og verða síðan alveg fram á haust. Nú í vetur hefur náttúrulega verið bæði með Icelandair og Travel Service. Nú Adria Airways flýgur fyrir okkur til Ljubljana. Þannig að við höfum alltaf verið í viðskiptum við töluvert af flugfélögum. Hvernig er þessi bransi? Geturðu valið 100 flugfélag? Já, varðandi náttúrulega í áætlunarflugi, þá náttúrulega geturðu valið ansi marga kosti, en þegar þú kemur á leiguflugi og við viljum náttúrulega hafa vélina fljúgandi frá Íslandi til þess að bjóða upp á hagstæða flugtíma, að þá er náttúrulega aldrei mikil verk að finna slík flugfélög. Því að flugfélögin vilja yfirleitt ekki vera með flugvélar hér á landi. Þannig að það er auðsótt mála hins vegar að ná sér í samninga í þessu efni? Já, það er svona, það er náttúrulega hefur breyst mikið. Það er náttúrulega, með tilkomu þessu lágflugfélaga, þá náttúrulega hafa leiguflugfélögum fækkað, Það er breytingin? Það er breytingin. Ef þú ætlaðir að fara til einhverja þessara áfangastaða á morgun, hvað myndirðu velja persónulega og prívat? Marokkó? Já, það er erfitt að segja. Jú, ég hef nú komið þangað eins og en mér myndi gjarnan vilja fara þangað aftur. Nú, ég er líka spenntur fyrir þessum borgum. Ég hef náttúrulega búin að koma til Zagreb og Dubrovnik. Ég á eftir að fara til Split, myndi langa þangað. En svo er náttúrulega alltaf gaman að koma til Prag og Budapest og Ljubljana og þessara borga. Það er af nógu að taka? Já. Valkostirnir margir? Já. Takk fyrir spjallið, Tómas, og við förum að segja þetta gott hérna af bryggjunni Brugghúsi þar sem við erum að kynna okkur ferðamöguleika Íslendinga á sumri komanda. Það er nóg að velja.